Góðan daginn, gott fólk. Verið hjartanlega velkomin. Það margt fólk hingað komið og það eiginlega bara fyrsta í þessu að þakka ykkur fyrir að koma. Ég heiti Héðinn Svardal og man aldrei hvort verkefnastjóri eða sérfræðingur hjá embætti landlæknis. Ég búinn að vera tengiliður heilsueflandi framhaldsskóla undanfarin ár. Og það fellur í mitt hlutverk að vera hér svona fundarstjóri og tímavörður, en ætla líka aðeins að stikla á stóru markmiðin í dag og eins líka aðeins að fá að grípa tækifærið að tala við þá sem eru koma úr framhaldsskólanum að segja frá einu og öðru praktísku. En það í rauninni kannski bara að nefna að þetta verkefni snýst aðkomu fleiri heldur en bara framhaldsskólana. Við erum að reyna að huga svokallari heildrænni nálgun í þessu. Þannig að það frábært að sjá skráningar frá fleirum en bara framhaldsskólafólki. Við erum að byggja heilsueflandi framhaldsskóla á viðurkenndri aðferðafræði, upprunalega frá útlandinu eins og svo margt annað. Við erum að stílfæra nálgun sem kemur frá Evrópu, en það líka verið að keyra heilsueflandi skóla víða annars staðar í heiminum. Við erum að reyna að höfða til allskyns þátta innan framhaldsskólana, reyna að vinna með framhaldsskólum að því að auka aðgengi að tækifærum til þess að velja það holla, að gera hollavalið auðveldavalið, að reyna að innvikla fræðslu heilsu og heilbrigði inn í almenna kennslu og efla líka tengslin, og ég held að það gerist mjög vel einmitt á svona viðburðum, að fólk fái tækifæri til þess að ræða saman og bera saman bækur. Við erum að tala nálgun sem á að vera jákvæð, uppbyggileg, skemmtileg. Við erum að reyna að vera ekki í svona heilsufasisma eða einhverju tuði eða leiðindum eða kvabbi. Við erum að reyna að höfða til fólks á jákvæðum forsendum, að reyna að vera hvetjandi og uppbyggileg, og vonandi hefur það tekist hjá okkur undanfarin ár. Gleðitíðindin í þessu að það eru allir framhaldsskólar með okkur. Að sjálfsögðu eru skólar mislangt á veg komnir í þessum mismunandi vegferðum sem að ræðir, en allavega þá eru allir tilbúnir í þetta, og það gefur okkur mikinn meðbyr og náttúrulega samstarfsgrundvöll. En það annað í þessu að góðir hlutir gerast sannarlega hægt, og við verðum að gefa okkur tíma til þess að stuðla að menningarbreytingum innan framhaldsskólana. Það er alveg klárt mál. Þess vegna lögðum við upp með einmitt vegferð á sínum tíma, sem að byggðist á því að fólk skoði sitt umhverfi, sína heimahaga, og þróaði svo áætlun upp úr því. Þannig að skólarnir fóru í gegnum næringaráherslur, hreyfingu, geðrækt og svo loks enduðu á svokallari lífstílsáherslu sem var svona áfengis- og tóbaksvarnir og líka jafnrétti og alls konar svona skemmtilega pælingar í lokin. Nú hins vegar komið að því, þar sem allir skólarnir eru búin að keyra og klára þessa innleiðingu, að láta heilsueflandi framhaldsskóla loksins verða að þeirri heildrænni nálgun sem við ætluðum okkur alveg frá byrjun. Þannig að núna komið svæði sem heitir heilsueflandi.is, og þar verður tækifæri fyrir framhaldsskólana að fylla inn gátlista og fá endurgjöf á stöðunni, líka fylla út skýrslur og fleira til. Þannig ég kem til með að senda á alla tengiliði heilsueflandi framhaldsskóla lykilorð og svo framvegis til þess að komast þarna inn, og þetta á að vera hvetjandi og gera ykkar starf auðveldara. Það ekkert net hér í þessu ágæta húsi, þannig ég get ekki sýnt ykkur hvernig þetta lítur út, en það verður bara að vera næst, og ég hlakka til að mæta líka í framhaldsskólana á næsta ári. Og sömuleiðis má nefna minn arftaki í starfi sem að verður væntanlega valinn úr röð góðra umsækjenda og hæfra á næstu dögum og vikum. En við höldum áfram með okkar viðurkenningar, þannig að skólarnir halda áfram að fá brons, silfur og gull fyrir góðan árangur í þessum ólíkum málaflokkum. Þannig að því leytinu breytist ekkert, en þetta verður heildrænt og skólarnir geta valið út svona meira hvað þeir vilja gera, hvað þeir sjá fyrir sér sem brýnt í þessu. Nú, rétt bara að meðan ég hef ennþá tíma, ég ætla að vera mjög strangur á tíma, þannig ég að reyna að vinna upp þann tíma sem við mistum hérna í byrjun,
Stikla aðeins og stóru varðandi hvað á næsta leiti hjá okkur. Smokka sjálfsalar, það núna bara á lokametrunum að kaupa slíka handa öllum framhaldsskólum á landinu og tryggja þar með aukið aðgengi ungs fólks að þessum verjum og þarna held ég og tel að þetta sé að ræða mjög svo gott lýðheilsu inngrip bæði upp á kynheilbrigði að gera og í rauninni bara upp á kynheilbrigði að gera. En þeir framhaldsskólar sem eru að standa sig vel að eigin mati eru sérstaklega hvattir til þess að sækja þá gulleplið. Það árleg viðurkenning fyrir vel unnin heilsueflingarstörf. Núna í febrúar af þessu ári var það Mósesbærinn eða FMós, framhaldsskólinn í Mósesbænum sem fékk þessa viðurkenningu. Eins og sjáum við að þá kemur alla jafna þjóðþekktur einstaklingur og afhendir þetta. Og í febrúar næsta ári þá vonustu til þess að hafa fundið næsta handhafa gulleplisins. Umsóknarfresturinn rennur út í lok janúar á næsta ári. En málanna í dag að sjálfsögðu geðræktarhlutinn og þetta eitthvað sem ákaflega brýnt að ræða og við heyrum frá henni Hrefnu hjá ROG og eftir rannsóknar niðurstöður. En við höfum sjálfsagt öll sem erum saman komin hér í þessum sal hér í dag heyrt af því að þetta áhyggjuefni. Á meðan að ungt fólk að standa sig ótrúlega vel í svo mörgu og eru til fyrirmyndar í svo mörgu að þá líðan ekki að fylgja þeim trend og það bæði kvíði og depur sem við erum að sjá í auknum mæli, sérstaklega meðal ungra stúlkna. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að ræða hvernig við getum brugðist við og hvaða hlutverk framhaldsskólinn hefur í þessu og náttúrulega líka í víðara samhengi. En við erum að tala fyrsta og annars stigs forvarnir í þessu. Í sjálfu sér erum við að tala fyrsta stigs forvarnir þegar við komum að framhaldsskólanum. Þarna erum við að tala heilsueflingu, að reyna að láta öllum líða sem best. Ég sé að Sigrún að hendast inn í glærukynninguna, að henda þessari glæru út örugglega. Fyrirgefðu með það, Sigrún. Og þetta okkar hlutverk að reyna að skapa aðstæður sem eru hvetjandi og geðræktandi. Að sjálfsögðu þarf líka að huga að þjónustu, sálfræðiþjónustu. Það í rauninni annars stigs forvarnir og ég held að það sé til fyrirmyndar að sumir framhaldsskólar hafa einmitt boðið upp á slíka þjónustu innan veggja skólans. Og svo erum við að tala eitthvað sem að ríkið þarf að taka til sín og það að auka aðgengi, stytta biðtíma eftir annarri þjónustu innan heilbrigðiskerfisins. Við erum að horfa á ákveðna ferla í því að bjóða upp á heppilegar og hæfilegar lausnir og fyrsta í því náttúrulega að fylgjast með stöðunni og ég minntist á ROG áðan, það eru fleiri sem að sinna því. Heilsu- og líðankönnun hjá okkur hjá embætti landlæknis líka gott dæmi aðferð sem beitt til þess að fylgjast með þróun. Við þurfum að vita hvað gerast og ég minntist á það að við sjáum að líðan að versna. Þannig að þá næsta skrefið í þessu að skilgreina áhættuþætti. Hvað í rauninni að orsaka hvað? Hvað að gerast? Það svefnin, það snjallsímar, það samskipta leiðir ýmsar sem eru til trafala eða hvað það? Og við þurfum að skoða það, við þurfum að rýna í erlend fræði og hérlend í bland. Svo þurfum við að þróa og meta þá inngrip og ég vona sannarlega að heilsueflandi framhaldsskóli sé ein leið í því til þess að bregðast við stöðunni. En innleiðingin að sjálfsögðu erfiðasti parturinn af þessu og svo þurfum við að halda áfram að fylgjast með og meta stöðuna eins og hún þróast og æxlast yfir tíma. Ég minntist á að heildræn nálgun aðalatriði í þessu og framhaldsskólinn ekki eylendi. Við áttum okkur á því að framhaldsskólar vinna innan umhverfis sem sveitafélag í fyrsta lagi og svo það ríki líka, alltaf falla undir ríkið í rekstri. Þannig að þetta ekki bara einkamál framhaldsskólans heldur líka samfélagsins í heild. Þess vegna heilsueflandi samfélag eitthvað sem við horfum til. Hér sjáum við þessa fínu nýju gardínu fyrir þá nálgun. Og það sem að geta sveitafélagi sem við erum í núna þáttakandi. Og talandi þáttakendur, hér sjáum við yfirlitsmynd af sveitafélögum sem eru skráð til leiks í heilsueflandi samfélagi og vonandi geta þeir framhaldsskólar sem eru ekki staðsettir í slíku samfélagi verið driffjaðrir hvatningaraðilar til þess að fá enn fleiri með. Ég ætla að vinda mig bara yfir í
dagskrána vegna þess að ég fallinn á tíma því hún væntanlega í flestum tilfellum fyrir framan ykkur þannig ég þarf svo sem ekkert að fara nánar út í hana en eins og ég sjáðu það þá margt gott fólk sem að ætlar að fá að ræða við ykkur og undir lokin í dag þá hlakka ég líka til að eiga samræður við ykkur og samtal bara að opna svolítið fyrir umræður hér í salnum og sérstaklega hefur við áhugaði að heyra í þeim sem að yngri eru. Við erum með upptökur í gangi og bæði glærur og fyrirlestrar verða settir á heimasíðu okkar og Facebook síðu þannig að þeir sem ekki komast í dag geta þá hort og hlustað á erindin síðar meir.